nú að koma kosningar og ég heyri engan. Akkur ekki örvæntingar ástand út af málefnum hafsins? Við ættum að frika út, ég nota einmitt það orð mjög oft, ekkert líkt þessu hefur gerst í sögu jarðarinnar eða mannkins og það ein dýrategund sem einráð yfir þessari þróun. 70% af plöntum og dýrum á jörðinni, samkvæmt Living Planet Report from World Wildlife Fund, hafa verið drepin. 70% einstaklinga hafa verið drepin frá því að ég byrjaði í menntaskóla. 70% alþjóðlega pólitíska kerfi ræður ekki við að takast. Það var ekki gert til að takast á við svona vanda. Og þetta sjáum við hverjum degi. Það sem heldur í okkur lífinu líka að drepa okkur. Og allt þetta saman skapar stóran hnút. Og ef þú leysir einn hnút hér, þá býður til annan eða herðir annan þar. Svo þegar ég kem heim og les það að Íslendingar að tala það að við eigum svo erfitt uppdráttar að við getum ekki tekið þátt í hnattrænum aðgerðum gegn loftslagsbreytingu, þá segir bara hættum. Hættið þessu. Hvílíkt djöfusi stella. Hlusta á Plan B, hlaðvarp loftslagsbreytingar og orkumál og ég heiti Jean-Rémy. Í þessu hlaðvarpi reynum við að rannsaka og útskýra hvað að gerast í orkumálum og umhverfismálum og hvaða áhrif munu þessar breytingar hafa á efnahag okkar og samfélög. Saga mannkins tók ófyrirséða stefnu fyrir 200 árum þegar við fundum upp jarðefnaeldsneytið. Sú orkulind hefur reynst vera einhvers konar hvalreki sem við höfum reist nútíma samfélögin okkar á. En nú neyðumst við til að breyta stefnu, þar sem jarðefnaeldsneyti hvorki ótakmörkuð né gallalaus orkulind. Í þessum þáttum fáum við vísindamenn, sérfræðinga, stjórnmálamenn og aðra til þess að raða saman púsluspilin og reynum að komast að rót vandans. Við rýnum í framtíðina og ræðum hvernig við getum búið okkur undir hana, bæði sem samfélag og sem einstaklingar. Stefán Jón Hafstein, velkomin í þáttinn. Gaman að fá þig hingað. Ég búinn að lesa bókina þína. Takk fyrir það. Við ætlum að ræða aðeins þessi mál sem þú ræðir í bókinni. Heimurinn eins og hann Heimurinn eins og hann já. Og kannski við byrjum á því að tala aðeins vandan, lýsa vandan og reyna að skilja hann og svo förum við meira kannski í lausnirnar eftir það. En til að byrja með þessi bók, fyrir þá sem hafa ekki lesið hana, þá þetta flétta saman frásögn frá vini þínum sem greinst með krabbameini annars vegar og svo hins vegar hugleiðingar umhverfismál og þá sérstaklega loftslagsbreytingar. Þetta tilviljun eða sérðu einhverja tengingu þetta á milli? Já, þetta góð spurning sko. Bók, og það þú sleppir þriðja atriðinu sem sem sagt, af því að hún skrifuð í Róm, ég var í minnu þar og það sem sagt bakgrunnurinn sögulega pólitíski bakgrunnur okkar lýðræðissamfélaga sem byrjar í Róm á sínu tíma og leggur svona grunninn að þeirri pólitísku gerð sem við búum við. Þannig að þetta eru 3 sögur, milli okkar vinnanna sem hann að kljást við banvænan sjúkdóm. Það Rómaveldi gamla sem leggur grunn að okkar svona stofnunum, pólitíska kúltúr, getur sagt, og í þriðja lagi loftslags- og umhverfismál og vistkerfin og fæðukerfin. Þetta allt tvinna saman og þegar þú spyr, það alveg rétt, það viss tenging á milli, eins og ég segi nú bara einu stað að mannkinn sé eins og krabbamein á jörðinni og það þú veist, svona eitt lítið andvarp. Nákvæmlega, ég sá margar tengingar sjálfur á milli meðan ég var að lesa og ég var ekki viss hvort þetta var ég meðvitað eða hvort þetta var bara í huga mér og einn tenging þú segir að það hægt að líkja mannkynið sem einhvers konar krabbamein á jörðinni með hvernig við erum að fara með hana og svo líka hitt sem að hindengingin að við erum svolítið í sömu stöðu og reykingamadurinn sem nær ekki að hætta að reykja því það svo gott og það svo erfitt að hætta og þó að maður viti hvað það slæmt þá það samt
samt erfitt. Þetta alveg rétt og ég með feina og skuldir hafa velti fyrir hvort að ég væri að tengja þetta meðvitað ekki vegna þess að ég vildi ekki segja það beint, heldur leyfa bara fólki svona að vera með mér í því að tengja þetta og það alveg rétt að við erum svolítið í nautnasýkinni og vitum óhollustuna en það svolítið erfitt að sleppa því og þá við mig eins og alla aðra ég leyfi mér að gera ákveðna hluti í minni einkaneyslu sem að kannski væri betra að sleppa en bara svolítið góð partur af góðu lífi en ég náttúrulega á þeim stað núna mér fannst mjög áreiðandi að segja fyrst og fremst söguna hrunvistkerfana loftslagsvána og setja í samhengi við bæði líffræðilegan fjölbreytileika og útrýmingu tegundana og fæðukerfinu, það sem svokölluð fæðukerfi í heiminum, það sem heldur í okkur lífinu líka að drepa okkur. Hvernig við framleiðum og neytum matar bráðdrepandi og veldur mikilli streitu og þunga á vistkerfinu og líffræðilegan fjölbreytileika og allt þetta saman skapar stóran hnút. Þetta ekki eitt vandamál til að takast á við, heldur mörg samtímis og ef þú leysir einn hnút hér þá býður til annan eða herðir annan þar og það eiginlega það sem ég að segja í þessari bók með því að flétta þessu öllu saman svona vonandi gengur það upp að segja þetta ansi flókið. Þú segir á einum stað manni, að það sem heldur í okkur lífi að drepa okkur og þess vegna vil ég held að byrja á að tala vandamálið líka því sumir segja mest ég tala meira lausnir en ég held að það var Einstein sem sagði einu sinni ef ég fæ vandamál sem ég þarf að leysa þá nota ég fyrstu 55 mínútur í að skilja vandan síðustu 5 í að finna lausnir. Þetta mjög gott, þetta verður að skilja vandan. En við komum að lausnum líka samt á eftir. Ég velta fyrir mér líka hvað kom til þess að þú fórst að hafa áhyggjur af þessum málum og hafa áhuga á þessu og velta fyrir þér loftslagsbreytingar. Hvernig gerist það því að þú segir frá í bókinni að einu sinni varstu svona frekar skeptískur á þessar loftslagsbreytingar en það breytist. Hvað gerðist? Já, bara eins og maður gerir fyrir að kynna sér málin betur en ég á svolítið svona fjölbreyttan feril að baki og en fyrir 2007 þá skipti starfsvettvang og fór að vinna þróunarsamvinnu í Afríku og var hjá Þróunarsamvinnustofnun Íslands í 3 löndum, fyrst Namibíu og svo Malawi og síðan Úganda og þetta svona leiði smátt og smátt til þess að ég var þá orðinn starfsmaður utanríkisþjónustunnar á endanum og mér að falla það starfa að vera fastafulltrúi Íslands í Róm hjá stofnunum Sameinuðu þjóðanna þar, það Matvæla- og landbúnaðarstofnunin og það World Food Program og þá í raun og veru tvennt að gera. Annars verður í mínu lífi að ég í hringiðunni miðri og uppgötva samhengi hlutana sem ég birti í bókinni sem ég hafði ekki séð áður, ég hafði ekki séð hversu stórvægilegur vandinn var og líka að heimurinn að uppgötva núna á síðustu 10-15 árum ástandið í miklu alvarlegra samhengi heldur en verið áður. Ég sé það bara á gögnunum þegar ég fyrir gegnum þetta að það sem að auðvitað voru menn byrja að tala þetta í lok 20. aldar en þetta gengi ekki lengur Ríó, ráðstefnun og allt það en það sem í raun og veru það neyðarástand sem að skapast það menn að átta sig betur og betur á núna á síðustu 10-15 árum og að hraði breytingana svo gríðarlegur að við erum að vera búin með tíminn sem eitt sinn var í mínum huga óþrjótandi auðlind það ekki lengur. Þannig að þetta það sem gerist. Maður kennir sér málin og þetta áhugavert að því ég get sagt frá svipaðari reynslu. Ég var ekkert mikið að velta þessu fyrir mér fyrir 5 árum jafnvel og þetta ekki spurninginlega afneitun heldur að maður kannski að ímynda sér að einhver mun hvort sem að leysa þetta, einhver annar hlýtur að bera ábyrgð þessu og svo þegar maður fer að kynna sér málin þá sér maður að það engin einn maður að fara að leysa þetta nema það þurfa allir að kynna sér málin og skilja hvað í gangi til þess að eitthvað gerist. Það nákvæmlega þetta
Og þessi saga samengi hlutun, og ég nota þarna það svona leiðarstef, það sem Leonardo da Vinci, svona einn af hetjunum í bókinni, segir allt tengist. Já. Og það svolítið leiðarstefið að segja, sko loftslagið eitt, hrun vistkerfan og útrýming tegundan annað, og svo kemur matvælakerfin, og þetta þrennt saman, plús og í fjórða stóðin undir þessu, það stofnanakerfið okkar, alþjóðlega pólitíska kerfi ræður ekki við að takast. Það var ekki gert til að takast á við svona vanda. Og þetta sjáum við hverjum degi. Og því miður þá þetta, og ákefðin í breytingunum og ógnunum orðin ansi meiri en var bara fyrir 10-15 árum. Það gott að sjá að sífellt fleiri, maður sér að sumir sem voru ekki mikið að velta þessu fyrir sér eru farin að hugsa aðeins meira þetta og þetta það sem þarf að gerast. En þú ert fyrirverandi blaðamaður, það ekki? Mér langaði að spyrja þig sérstaklega fjölmiðla. Hvernig finnst þér fjölmiðlar standa sig í að fjalla loftslagsbreytingar? Eitthvað sem þau getur gert betur og hvernig geta þeir nálgast þessu? Eiga þeir að vera hlutlausir eða eiga þeir að vera aktivistar? Já, bæði. Þeir fjölmiðlar hafa alltaf verið hvoru tveggja og eru alls konar og okkur vantar hvoru tveggja. Við þurfum fjölmiðlar sem að maður getur reitt sig á að segja svona að leita bestu fáanlegar upplýsinga og miðla þeim og líka að tala máli. Við þurfum fjölmiðlar sem tala máli þeirra sem eru kúaðir og þar með telja náttúruna og þannig að sko fjölmiðlar staðan svo í dag að það ekki erfitt að afla sér upplýsinga hvað að gerast. Það auðvelt ef maður bara vill það og ef maður fer út á netið, leitar eftir áræðanlegum fjölmiðlum erlendis og líka bara efni frá vísindastofnunum sem maður getur bara fengið, maður fær mjög mikið og gott efni. Ef við förum síðan til okkar Íslands fjölmiðlana hér, þá eru fjölmiðlarnir hér á Íslandi bara alveg ótrúlega veikir og það í raun og veru, nú ég að tala sem gamall ritstjóri á Dagblaði og dagskrárstjóri á Ríkisútvarpinu og fréttamaður og allt það sko, að fjölmiðlarnir eru mjög veikir á Íslandi og það í raun og veru og ég velti fyrir mér sko hvernig stendur á því að þegar birtist fréttir út í heimi frá til dæmis Living Planet Report World Wide Fund sko hrun vistkerfana heldur áfram að kemur út skýrsla, hún kom út fyrir nokkrum vikum og þetta heldur áfram að hrynja undir okkur og dýrategundirnar og plönturnar eyðast. Þetta í mínum huga sko fyrirsagnafrétt. Hrunið heldur áfram, vistkerfunum. Það sem svo líka annað að gerast sem að var reyndar í fréttaskýringa þetta daginn, hvað að gerast í hafinu vegna loftslagsbreytinga. Þetta númer 1 hagsmunir Íslendinga. Já, stöðvun Amok hringrásarinnar, já. Og ég hjó einmitt eftir þessu, það kom frétt þetta, já. En eins og ofta áður þá kemur frétt eitthvað rosalega alvarlegt sem gæti gerst jafnvel á þessari öld. Já, já. Ísland gæti orðið óbyggilegt. Já, já. En svo bara kemur næsta frétt og svo bara höldum við áfram eins og ekkert hafi í skorist. Já, og ég nákvæmlega þetta og það svolítið, þetta svona hluti af þessu vandamáli sem að við höfum í raun og veru, við bjuggum til kerfi hugsun, heimspeki, aðferði til að segja sögur sem miðast allt annað veruleika við búum við í dag. Og ég hef talsvert velt þessu fyrir mig sem gamall blaðamaður og nú höfundur sem sagt, hvernig ræðum við saman og útskýrum það sem að gerast fyrir almenningi og fyrir stjórnmálamönnum okkar. Þeir eru algjörlega ólæsir á þetta kerfi. Nú að koma kosningar og ég heyri engan. Akkur ekki örvæntingar ástand út af málefnum hafsins? Já, ættum ekki öll að fríka út. Við ættum að fríka út, ég nota einmitt það orð mjög oft. Akkur þegar stjórnmálamenni standa fyrir framan speilin á mótnan og horfa, þeir ættu að fríka út. Þetta svo rosalegt sem að gerast. Hafið hefur 2003-2024 hlýnað margar gráður og þetta að gerast með ógnarhraða sem veldur miklum skaða. Svo eru alltaf tínast inn einstöku fréttir hérðan frá Íslandi.
Lundastofnin hefur hrunið 70% á 50 árum. Alveg eins og plöntur og dýralíf á jörðinni. Lundastofnin bara okkar tákn, af því að lundin nú það sem hann það sem gerðist og menn voru í raun og veru að uppgöta þetta með því að keyra gögnin upp á nýtt núna fyrir skömmu. Sjófuglastofnarnir í Ísland að hrynja. Nú var í frétt, núna bara frá örfáum dögum, mófuglarnir eru líka að hrynja. Pílan niður á við, þar. Og svo, þannig að við höfum þetta allstað fyrir augunum á okkur en sjáum ekki. Og hvernig miðlum við, þú og ég, þessari sögu, ekki til að vekja fólk ekki hjá því ótta, það gengur ekki, það hefur ekki góð áhrif að vekja fólki ótta því að þá verður það ekki lausnamiða, heldur grípur til örvæntingafullra aðgerða eða engra, óttast ennþá meira. Og þetta mikil áskorun fyrir þá sem vilja miðla því sem að gerast í heiminum. Þess vegna skrifa ég nú heimurinn eins og hann og til þess að minnstakosti að koma þessum málum á dagskrá. Og það hefur satt að segja vekið, ég hef verið ánægð með viðtökurna, ég fengi að koma við og segja frá. Fólk það eftirspurn. Fólk vill fá að skilja þetta. Það gott. Já, ég mikið vel fyrir mér mynd hvernig sé best fyrir fjölmiðla að miðla þessu áfram og fjölmiðla á aðra. Ég held að óttinn sé mikilvægur af því óttinn drífur okkur áfram bara svo lengi sem við missum ekki tök á vonum en við gerum ekkert stórt nema við séum einhvern veginn höfum áhyggjur af hlutunum en aftur á móti er hann ekki nóg náttúrulega. Maður þarf líka að benda á lausnir, annars maður bara búið til kvíða sem finnur engar lausnir. Sko lamandi kvíði. Já, maður bara fastur í einhverju stöðu sem maður finnur engan útgang. En kannski það sem við þurfum að gera að ekki bara benda á vandan, heldur finna raunhæfar lausnir og ekki bara benda á mögulega getum við gert þetta og mögulega þetta, heldur hafa einhvern heildarpakka sem trúverðugur og hjálpar fólki að sjá hvernig framtíðin geti litið út í heimi þar sem við tökum mið af öllum þessum takmarkunum. Já, þetta allt rétt hjá þér og ég hef kallað þetta í staðin fyrir bölsýni, raunhæfa bjartsýni. Það að segja að það full ástæða til að breyta mjög miklu en það hægt og hvorur okkar veit hvernig veröldin mun líta út eftir nú gerist allt svo hratt, segjum bara 20-30 ár, tala ekki seinni hluta þessar aldar, þegar börnin sem að fæðast í dag orðin 70 og svona eins og ég að verða, það ég hef ekki áhyggjur af því við getum ekki skilgreint nákvæmlega hvernig veröldin á að verða, því að það hefur aldrei verið hægt, aldrei, og á ekki að vera hægt, það svo margir sem kom að því að skapa heiminn, en hins vegar getum við teiknað upp fyrir okkur aðgerða áætlun. Og ef við förum nú bara í litla Ísland og hvar við erum stödd í dag, þá til eitthvað sem heitir aðgerðir í loftslagsmálum sem að ríkisstjórnin viðurkennir að þarf að grípa til. Núverandi ríkisstjórn hefur viðurkennt það að grípa til loftslagsaðgerða og það að skera niður útblástur á Íslandi að minnstakosti 40% miðað við fyrri ár, fyrir 2030, jafnvel upp í 55%. Og það voru birtar hugmyndir, aðgerða áætlun það nú ekki en hugmyndir í 150 liðum síðastliðið sumar og ég tók þátt í því með aðgerða hópi að rýna þær og leggja fram svona ábendingar og margir gerðu það. Þannig að mér finnst svona að við höfum náð því þroskastigi að það þeir sem segja, heyrðu, það ekkert þeir ekki marktækir í umræðunni. Þeir eru með ríkisstjórnina, við erum með vísindaheimi, við erum með fræðaheiminn, við erum með upplýsta einstaklinga sem vita bara hvað að gerast í heiminum. Þá þetta ekki umræðuefni lengur hvort það sé hnattræn hlýnun af mannavöldum. Það bara þeir sem halda því fram að svo sé ekki marktæki. Þeir með að gera það, þeir hafa frelsi til þess, en við eigum ekki að taka umræðuna alltaf frá núllpunkti. Akkurat, og skoðanakannanir sýna að þeir eru mjög lítið minni hluti sem efast þetta núna í dag. Það mjög lítið og út frá röngum upplýsingum og þannig að við erum á þeim stað að já, það horfir í mikið óefni og eitt af því, og það það sem ég nú reyna að segja í þessi bók, en það bara loftslagsaðgerðin bara eitt. Matvæla neyslan og matvæla kerfin eru annað og við á Íslandi þurfum að taka okkur tak það. Við sóum alveg gríðarlega mat
og það er svona hluti af loftslagsvandanum auðvitað, en það er líka hluti af vistkerfavandanum og við eigum við okkar vistkerfavanda að stríða líka, þannig að í heildina kemur þetta saman og við erum stödd á þeim punkti að ég held að stjórnmálamennir og svona okkar forustu fólk er ekki læst á heildarsamhengið, það sér það ekki, en það er byrjað að viðurkenna minnst okkur til loftslagsvandan og þá kemur hitt. Og ef við tökum núna, þegar það eru kosningar framöndan og svona, þá segir mér að það verið ný ríkisstjórn, það er eitt kjörtímabil fram á 2030 þegar við ætlum búin að skila ansi miklum árangri. Og við getum það og okkar aðgerðahópur sem rýndi þessar tillögur benti á það, þetta er aldin, það eru svona eldri umhverfisverndarsinnar, til dæmis að við getum tekið okkur tak í landnotkun, það er að segja endurheimta votlendið sem myndi hjálpa mikið til með vistgerðir landsins, svo kvöldur landnotkun sem er náttúrulega rosalega skrítið hugtak, en við losum gríðarlega mikið af gróðurhúsalofttegundum gegnum það hvernig við notum land á Íslandi. Það er stærsti losunarvaldurinn, fólk átt að segja á því. Stóru trukkarnir eru minna vandamál en samgöngur á landi eru með það bil 30% af því sem við kallum samfélagslosun, það er að segja samfélagið þarf að taka sig á. Og af hverju erum við ekki komið með rafvæddar landsamgöngur? Ef við höfum ákveðið það fyrir 5-7 árum að það væri hægt að hlaða allstaðar og ná sambandi og gæfu meiri vildarkjör fyrir rafbílavæðinguna til að koma henni í gang. Ég held ekki að hún sé endalega lausnin í framtíðina, en hún er millibilsástand og þá verður við komin ansi langt, en þannig eru tækifæri. Og við getum gert þetta algjörlega sársaukarlaust og það er ábætt í því. Ég ætla einmitt að spyrja þig um þessa aðgerðaáætlun, en ég ætla að klára hinar spurningar fyrst. Við förum svo í hana. Þú talar mikið um fólksfjölda í bókinni líka. Talar um að við erum orðin 8 milljarðar á jörðinni og spárnar gera ráð fyrir 11 milljarðar hvenær í lok aldarinnar eða eitthvað svoleiðis. Fyrst er þetta sjálfbært og yfirleitt raunhæft. Ég stundum hef svolítið efast þessa spára þessi jafnvel mögulegar með að við það sem þær náttúruhamfarir sem er framundan og hungursneyð. Já. Ég er alveg sammálaður því. Ég fylgist mjög, og búin að gera undanferðina, fylgist mjög reglubundum, menn er alltaf að uppfæra þessar spár og svona reyna að endurmeta út frá ýmsu, bæði til góðs og slæms, þess verra sem að getur orðið nýjasta spáin 10 milljarðar 2050 og eftir það farið svona að draga mjög úr fækkun og við munum svona jafnvel fara fjölgun en 10 milljarðar er rosalegt álag á jörðina og það er engin vafi á því að fólksfjölgunar vandinn er vandi en við mögum ekki skella skuldinni á fátæka fólki sem eignast börn því að það er aðlega það. Í ríkulöndunum er fólk að draga mjög úr barnegnum og menn eru þykjast vera mjög áhyggjufullir yfir því. Japan, Ísland, Ungverjaland, Kína, Rússland, allir eru Norðurlöndin, allir segja, heyrðu það er að draga úr fólksfjölgun. Já, hjá okkur. En það er að koma 2 nýjir milljarðar aðalega í Afríku á næstu 30 árum. Ef ekki bara fjárfesta í því fólki. Passa upp á þau að þessi litlu börn fái nóg að borða, skólamáltíðir og komist í skóla og því að þetta er framtíðar mannauður jarðarbúa og ef við lítum þannig á fólksfjölgun, við nefnst að það er nóg matur til í heiminum. Það er nógur matur til í heiminum. Við sóum 3 hverju matabita sem við framleiðum á veraldavísu og ennþá meira á Íslandi. En ef ég væri forstjóri í fyrirtæki sem heitir Mankin, þá væri ég brjálaður út í mannauðstöldina í dag. Við erum að fá 2 milljarða í viðbót af heilum og það er enginn að næra þá. Hvað er að gera? Það er lengi búið að tala um að það væri hægt að fæða öll í heiminum ef það var ekki sóað svona mikið. En hvernig dregur maður úr þessari sóun? Sko það er tvennt, í grunni til er sóunin í ríkulöndunum bara hjá neytendum. Hún er í raun og veru í eldhúsinu heima á okkur og á veitingastöðunum. Og það er hægt að draga úr sóun bara með því að kenna fólki betur að umgangast mat og bæði í verslunum og þú veist, í allir okkar aðfangakeðju, til dæmis á Íslandi, þar getur dregið alveg gríðarlega úr sóun
og það í raun og veru til mikilla skammar að ríkt upplýst fólk sem býr við kælikerfi, flutningaleiður og allt það skuli samt sóa, ég held sé 550 kíló á mann hér á Íslandi. Í fátækulöndum þetta allt annað og ég get alveg lofað því, ég bjó í Malaví í 4 ár, mjög fátækt land, þar farið vel með matinn, fólk hendir engu, en það ekki til flutningaleiður, kælikerfi og það sko skordýrin éta 1/3 af uppskerunni af því að það ekki hægt að geyma og þetta kemst ekki á markaði og svo framvegis. Þannig að það allt aðrar ástæður þar og þessu þetta að breyta líka með því að fjárfesta á réttan hátt í innviðum í fátækulöndunum. En þetta eru 2 mjög ólíkir, við köllum það matarsóun, að mjög ólíkum ástæðum. Nú ætla ég að segja eitthvað sem að allir munu hoppa í stólum sínum, en ekki vandamálið líka svolítið að maturinn hjá okkur of ódýr? Við sóum hann svo mikið vegna þess að hann svo ódýr. Já, hann of ódýr. Miðað við tjónið sem að matvælaframleiðslan veldur. Og þess vegna eru menn í þessum löndum sem þú nefnir ekki að sóa matnum af því hann miklu dýrari þar. Hann miklu dýrari þar. Ég veit ekki hvort að sé skemmtilega lausn að gera matinn dýrari en ég ekki viss að sé til nein öndur lausn. Nei, ég segi þannig í bókinni, það ekki hægt að tvöfalda mataverð. Það ekki hægt, en það þarf. En þá sko heildar, ég nefnaði í bókinni, þetta frá Alþjóðabankanum, heildar verðmæti þeirra matvæla sem framleitt í heiminum eru $10.000 milljarðar á ári. Heildar kostnaðurinn við að framleiða mat fyrir $10.000 milljarðar er $20.000 milljarðar. Það að segja tvöfalt meiri. Ef þú tekur umhverfisáhrifin, umhverfisspjöllin og kostnaðin í heilsutjóni við framleiðum svo óhollamat. Og það gríðalegt álag núna á heilbrigðiskerfi, ekki bara á Vesturlöndum, heldur í vaxandi mæli í þróunaríkjunum vegna offitu, sýki og sjúkdóma sem verða til vegna vannæringar. Offit ein birtingamynd vannæringar. Og svo erum bara með alvöru vannæring, það svona hungur, að því mataskort, fólk fær ekki réttu snefilefnin og vítaminin og alls fram, þegar að segja samsetningin á matnum svo röng. Þannig að við erum komið sóun, við erum komið ranga framleiðsluhætti og við erum komið með ranga neysluhætti. Og allt kemur þetta saman, þess vegna tölum við í þessum bransa fæðukerfi, vegna þess að allt kemur þetta saman og myndar eina heild sem mjög til mikið tjóns fyrir okkur. Það sem væri hægt að gera hér á Íslandi, ég held að væri mjög auðvelt að minnka matarsóun. Við ættum bara að segja, gefum okkur 7 ár og minkum þetta 80% og gerum þetta bara markvisst. Bara eins og við byggum til hitaveitur, þá getum við gert þetta. Það alveg hægt. Við getum líka í þróunarsamvinnu getum við aðstoðað fólk við að rækta betur, skilvirkari og við getum líka hjálpa til við geymslu og flutninga og bara tekið á ákveðnum heilsufarsvandamálum ef við til dæmis ráðumst það sem þarf að gera og ég vunni við heilsugæsluverkefni ásamt mínum félögum í Malaví þar sem okkur tókst að bæta mjög mæðravernd og draga úr mæðradauða, þetta svo ljótt orð, mæðradauði, með því að hafa lágmarksheilsugæsluþjónustu og síðan langar mann auðvitað að passa upp á það, þær fái mæðravernd á meðgöngu og strax eftir til að börnin fái rétt að samsetja næringuna. En við erum að glíma við á vaxtarskerðingu í afrískum börnum og víðar kannski 20-30% á sumum svæðum og það þýðir það að þau fá ekki vitsmunaþroska sem það aldrei hægt að endurheimta. Vitsmunaskerðingin ævilöng og þetta framtíðaröðum mannkyns. Þetta hræðilegt. Og þú talar mikið Sameinuðu þjóðirnar í bókinni og allar þessar þessi markmið sem heimsmarkmiðin draga úr hungri og ekki svolítið vandamál líka að öll þessi markmið eru svolítið stundum í mótsögn við hvort annan en til dæmis eins og með matinn við getum leyst þetta með minni sóun sem kannski var í besta leiðin en margir vilja leysa þetta með því að framleiða meiri mat og þá erum við farin á móti öðru markmiði sem að draga úr umhverfis áhrifum. Þetta rétt hjá þér. Það þarf að öllu þessu þarf að huga í einu og þess vegna gerist þetta svo erfitt
að hérna fátækuríkin voru mjög tortryggin í garð lofslagslausna á sínum tíma eftir Ríó ráðstöfnun og svo framvegis á næstu ráðstöfnum, Jóhannesarborg og svo framvegis í upphafi þessar aldar, vegna þess að þau sögðu það sem þið að segja okkur að draga matvælaframleiðslu til að venda umhverfi og börnin okkar svelta. Við getum það ekki og það þarf að vaksa með grænum hætti, grænn vöxtur. En hérna bara til að ljúka þessu sko, já, þetta alveg rétt, þess vegna þarf alltaf að bæta við og maður getur hvergi talað matvælaframleiðslu út í heimi, hér heima, ég hugsa enginn nema með sjálfbærum hætti. Það þarf alltaf að koma, það er það sem ég meina. En þú talar sjálfbæra þróun, hefur þú trú á að grænn hagvöxtur eða sjálfbær þróun sé möguleg? Ef þessi ríki sem við köllum fátæk byrja að þróast, ekki óhjákvæmilegt að því fylgi meiri losun? Jú, það að sömuleyti, hún þarf ekki að vera jafn mikil og hjá englendingum í innbyltingunum og Íslandingum á 20. öld. En mörg þessar ríkja þurfa að fá svigrúm til að losa meiri af gróðurhúsalofttegundum sem þýðir það að heildarkvótin minnkar hjá okkur. Það er bara þannig og það er ekkert réttlæti í öðru. Það er ekki hægt að segja við fátækuríkin, heyrðu, já við erum hér að losa á fullum búin að gera í 200 ár, því miður getið þið ekki verið með. En það sem þau þurfa að bæta við er hlutfarslega mjög lítið til að uppfylla ákveðna grunnþarfir, miðað við það sem við erum að sóa núna í okkar kerfum og bara nýjasta sem ég er alltaf að fylgjast með, sko, elitan í heiminum, ríka elitan, 1% sem er núna sko í brjálaðu kapplaupi kaupa fleiri einkaþotur og listisnekkjur. Þetta 1% blæs út meira heldur en 5 miljardar manna á botninum. Og menn þarf bara að horfast í augu við þetta. Og þegar ég segi það og setja hér mjög magnaða mengunarskatt á einkaflugvélar sem fljúga yfir Reykjavík, þá er það til þess að búa til svigrúm til að vinur okkar í fátækurlöndunum hafa einhverja viðspyrnu. Er þetta ekki tölur frá Oxfam sem Jó, þetta eru tölur frá Oxfam. Já, ég sé þetta, mér finnst þetta svolítið villandi hjá þeim að því ég held þessi að taka fyrirtækin sem þetta fólk á og reikna út losun af þessum fyrirtækjum og setja þá á þau sem er svolítið skrítið. En það er samt alveg rétt að þú veist 1% á toppnum losar miklu meira og ég held sko sem kannski aðalatriðið og það er aðalatriðið og ég er alveg klár á því og allar svona tölur það er einhverja forsendur sem gefa sér sem að þarf að rýna og gott að fá það er auðvitað ekki en þú gætir sagt sko Bezos sem á Amazon þetta Amazon fyrirtæki algjör þrælaversmiða. Já en á móti myndi einhver segja það er enginn að neyða okkur að kaupa af Amazon sko. Nei, það er alveg rétt það er eins og með oljufélögin við erum getnan að aðast út í oljufélögin en svo viljum við fá olju frá þeim það er ákveðin mótsögn í því. Það er mjög mikið mótsögn í því og það er líka mjög mikið mótsögn í því í alþjóðakerfinu að skamma oljuframleiðsluríkin fyrir það að framleiða það sem við erum að biðja það er mjög sko, þetta er eins og bandaríkjamenn segja oft út af kókainstríðinu. Kólumbía, þið verða að hætta að framleiða kókain og við ætlum að hjálpa ykkur til þess og þá segir þeir bara á móti hættið bara takið í nefið og þá hættir þetta. Og þegar það eru haldnar koppráðstefnur í þessum löndum, í miðausturlöndum þá voru allir róðalega hneykslaðir að því þetta fólk er að framleiða olju en já, við erum að kaupa hana líka okkur er það verra. Nákvæmlega, þannig að við getum sagt, Íslendingar við ætlum að minnka innkaup okkar og olju 100 milljarðar króna á ári með því að rafvæða landsamgöngur. Við getum það, við hefum orkuna þetta er nú pínulítið vegakerfi á Íslandi þetta er ekki neitt, þetta er svo lítil eyja sem við eigum og þetta er ekkert mál. Ætti ekki að vera mikið mál sko. Þú talar mannöldina í bókinni. Geturðu lýst aðeins hvað þetta snýst? Það var eitt af þessi ég uppgötaði hugtak sem að ég hafði svona heyrt en svona þetta var eitthvað fræðimanns sko, antropósín á ensku, mannöld eða mannskeið. Það sem að gerist í raun og veru menn kalla það að hafi gerst á núna eftir seinna stríð að það voru jarðsöguleg
hafist nýtt jarðsögulegt tímabil sem alveg stórmerkilegt að við á minni ævi skuli hafa hafist nýtt jarðsögulegt tímabil. Við höfum heyrt talað þessar jarðsögulegu tímabil sko mörgum hundru milljónir ára aftur í tíman og hafa enda alltaf með einhverjum furðulöngum nöfnum. Það sem var síðustu 10.000 ár hefur verið kallað holocene eða heill og glænir tími á íslensku og það var það sem tók við eftir síðustu ísöld fyrir 10-12.000 árum. Þetta alveg stórkostlegt tímabili af því það verður til svo fallegt stórkostlegt paradísar jafnvægi í loftslagi og vistkerfum jarðarinnar eftir síðustu ísöld. Það sem gerist síðan núna eftir síðari heimsstyrjöld og þá segum við það tökum við nýtt jarðsögulegt tímabil og það skilgreint svona að ummerki mannsins, þessar einu tegundar Homo sapiens eru ná allt jarðríki og eru óafmáanleg og þá nefna menn og þar með maður búin að setja svip sinn á alla jörðina hann sjálfur sem tegund, ekki náttúruhamfarir og það eru geislavirkaragnir frá kjarnorkusprengjum og það eru plastagnir og þau eru sko í raun og veru það sem skilgreinir þetta nýja tímabil fyrir utan svo allt annað sem við leggjum á jarðríkið og hefur verið skilgreint inn í módelinu sem að Stockholm Resilience Center kemur með 2009 og kallast 12 mörk jarðar. Og það í raun og veru útskýringin, það módel útskýrir með nýju sviðum hvernig bæði maðurinn veldur álagi á plánetuna og hvernig hann tekur auðlindir umfram það sem sjálfbært. Þar með erum við komin inn í nýtt jarðsögulegt tímabil sem ég finnst bara algjörlega með ólíkindum og mannöldin, mannskeiðið og sýnir þennan kingi kraft sem býr í að segja hagkerfum okkar og pólitík og við höfum farið alveg langt við skutum upp hagkerfinu, heimshagkerfinu eins og rakett á gamlárskvöld. Það í tímabili, og það annað sem að ég nefni þarna, það tímabil kallast hröðunni mikla, the Great Acceleration og alveg viðtekið hugtak. Heimshagkerfið fjórfaldaðist á minni ævi, ég fæddur 1955. Matvælaframleiðsla jókst 300%, útblástur jókst 3% á ári, hvert einasta ár. Og mannfjöldin, þú sagðir í bókinni að þegar þú fæddist þá eru 2,3 miljardar og í dag 8. Nú eru 8. Fjórföldun. Ekkert líkt þessu hefur gerst í sögu jarðarinnar eða mannkyns og það ein dýrategund sem einráð yfir þessari þróun. Það ekki eins og aparnir og fílarnir að hjálpa okkur, alls ekki. Við erum að drepa allt þetta. 70% af plöntum og dýrum á jörðinni, samkvæmt Living Planet Report from World Wildlife Fund, hafa verið drepin. 70% einstaklinga hafa verið drepin frá því að ég byrjaði menntaskóla. 70% og menn segja að það ekki hægt að búa til eina vísitölu yfir allt sem að gerast í vistkerfunum, kannski rétt, ábyggilega rétt, en tilhneigingin alveg klárlega þessi og hröðunin alveg ótrúleg. Þetta gerist hraðar og hraðar. En kannski vandamálið einmitt að ef maður reynir í tölurnar þá sér maður þetta. Já. En svona dagstaglega þá allavega við á Íslandi við finnum ekki endilega fyrir þessu. Nei. Heimurinn hefur ekkert breyst í gær eða í fyrra dag. Þá kemur eitt hugtaki sem þarna líka og það samdaunasýki sem Ólafur Arnalds kallar á íslensku. Hann þýddi the shifting baseline syndrome. Og vísindamenn hafa verið, að viðurkenna þetta núna, þeir hafa verið óglöggir á þetta. Það að segja, við höldum að það ástand sem blasir við okkur sé þeir raunverulega rétta ástand. Ef þú fer 50 ára aftur í tíman, þá séu það var allt annað. Ef þú fer 200 ára aftur í tíman, ef við værum saman í Drangey fyrir 200 árum, þá sæju allt annað fugla og dýralíf heldur en í dag. Það ekki nokkuð leið að það sé hægt að taka 250.000 egg og 50.000 fugla og Drangey í dag sem þó mér virðist þegar ég kemur þangað vera iðandi af lífi. Veistu hvað það sagði mér hérna í þessu húsi? Við vorum ég hitti frægan mann, hann skrifaði sögu Drangeyjar og bróðir hans var kallaði Drangeyjar Jarlinn og ég var að segja þegar ég hef komið í Drangey fyrir nokkrum árum, langafi minn átti í Drangey. Og það mér finnst það sögulegt fyrir mig að koma og ég hreifst mjög af þessu mikla fuglalífi og ég sagði, hruni lundastofnanir ekki komið til Drangeyjar eða bíddu rólegur. Við erum með flótta lunda frá Vestmannaeyjum og Suðurströndinni
sem að færa sig norður af því að það ólíft fyrir sunnan. Þannig að stór hluta því okkur virðist ástandið í lagi í Drangey í dag og í Grímsey, ég komið þangað líka fyrra, að við erum með flóttalunda. Hugsið ykkur. Það ekki von að við sjáum þetta. Flóttalunda, ég hef aldrei hitt þetta. Þeir að flýja sunnan og norður og þeir að koma sér fyrir á nýjum slóðum og þá sýnist þeir að nóga þessu. En svo þegar vísindamennin tóku sér til og þetta var sýnt fram á þetta núna fyrir skömmu, rýmdu gögnin aftur í tíman og þá segir bara lundastofninn á Íslandi við hrunið 70% og það jafn eins og vistkerfin á jörðin í heild á síðustu 50 árum í því sem þá hugtak sem ég ræði líka í bókinni sem kalla 7. útrýmingin. 5 sinnum í sögu jarðarinnar hafði líf þurrkast út meira og minna að tala að útrýming mass extinction svona fullnægi skilyrðum ef 80% lífi þurrkast út á jörðinni. Það gerist fyrir 65 milljónum ára, þá kom halastjarna og ræst á Mexíkó og risaeðlurnar dóu út og við fengum tækifæri, spendirinn sem liðum af. En núna, þessar 5 útrýmingar urðu af völdum náttúruhamfara. Þessi sem nú stendur af völdum manna. Hún kölluð 7. útrýmingin. Og auðvitað deilumennum erum við komin þangað og en trendið, þróunin öll í þessu sömu átt. Og talandi flóttamenn eða flóttalunda, þú talar stríðið í Darfur í bókinni sem að ég man ekki, ég hef örgulega verið ofungur á þeim tíma þegar hún gerist, en nú erum við byrjuð að tala loftslagsstríð og loftslagsflóttamenn. Var þetta fyrsta loftslagsstríðið? Já, ég kom þarna 1985, þá var ég fulltrúi Rauða krossins, var staðsettur í Genf en ég var sendur þarna í upplýsingaferð og það var hræðileg hungursneyð á landamærum Darfur á Tchad, Darfur hluta Súdan. Síðan hefur bara Darfur ekki borið sitt barr vegna þess að þarna eru stöðuræðir úr Súdan alltaf á barmi bæði borgarastyrjaldar og kúunar og núna þessi missirinn allt hræðilegt og aftur Darfur komið í fréttirnar vegna hungursneyðar. En menn hafa talið að Darfur-styrjöldin 2005 hafi verið fyrsta loftslagsstyrjöldin vegna þess þá voru Sahara færist alltaf sunnar og sunnar. Hirðingjarnir sem að beita á löndin þurfa að færa sig með eyðimörkinni suður úr, rekast þar á akuryrkjumenn sem eru búin að koma sér fyrir og eru stunda sinn landbúnaðar og það hefjast átök land. Og menn segja trúarbrögðin og átökin innanlands í pólitíkinni draga fjöður yfir það að það sem raunverulega gerast átökum auðlindir af völdum loftslagsbreytinga og Darfur-stríðið í raun og veru fyrsta loftslagsstríðið 1985 og það svona í þessum fréttaskýringa geira það bara viðurkennt. Það hefur líka verið talað að Sýrlandsstríðið hafi verið loftslagsstríðið vegna þess að það komu mikli þurrkar í aðdraganda að stríðinu og þá þurftu bændur í Sýrlandi að flytja til borgarinnar og höfðu náttúrulega ekkert milli handana og þá byrjaði félagslegur óstöðuleiki að myndast og mótmæli fór af stað og þá fór hjólin að snúast. Og þetta sem var kallað Arabíu voru það hófst í Túnis og þarna hófst styrjaldi að þetta hafði mikið með það að gera að það var uppskýrubrestur og kornverð hækkaði mjög mikið þarna milli 2007, 8, 9 og þá fór fólk virkilega að finna fyrir því og fór í uppreisn. Og þetta það sem segja muni gerast í vaxandi mæli að það undirstöður samfélagana hrynja. Að það getur verið matvælaskortur, það getur verið ofhátt orkuverð sem alltaf að koma. Vatnsskortur farin að vera mjög áberandi, mjög í víða lönd. Á Indlandi eru 100.000 manna vatnsflóttamenn. Nú þegar. Get ekki búið í ákveðnu héruðum, verða bara flytja sig. Og það lítið þetta að tala vegna þess að þetta svona feimnismál í þessu örtvaxandi þróunaríki og lýðræðisríki sem kallað alltaf Indland í fréttum. Þetta bara alveg hræðilegt ástand. Það eru fleiri fátæklingar í Indlandi heldur en í allri Afríku. Og þetta fólk á mjög erfitt uppdráttar þegar grundvallar gæði eins og vatn og korn hverfa. Og Indland verður mjög
mun koma mjög illa út úr þessum loftslagsbreytingum. Mjög illa og það alveg sko með ólíkindum sko, þeir ætla að keyra kolabrennslu til 2060-70 segja bara við þurfum að innvæðast sko ég hef komið til Delhi bara mengun svo rosaleg og það talað það er orðin sérstök ástíð þegar kolareikunum leggst yfir af því hann blæs ekki burt sko í Delhi og fleiri indverskum borgum. Ég var á Madagaskar í vor mjög fróðleg ferð og uppgötaði vissi svo sem að Madagaskar sem eitt fátækasta land í heimi, þetta eyja hinum einn bara á netinu við okkur 6 stærri en Ísland en svona eyja eins og við sko og þar eru menn var talað að væru svona fyrsta landi sem fyndi alveg virkilega fyrir loftslagsbreytingu. Þau eru út í Indlandshafi, regn, farvindar sem bera með sér regn breytast, mónsúnvindarnir og mónsúnregnin og regntímarnir fara úr skorðum og það þýðir það að þessi litla eyja, hún þolir ekki að fá ekki regnið fyrir utan það er rosaleg fólksfjölgun og en þetta það ríki sem hefur líklega auðugastan líffræðilega fjölbreytileika Perú, Indland og Perú, Madagaskar og Indonesia eru þessi 3 ríki þannig að við erum með fjársjóðskistu mannkins í líffræðilegum fjölbreytileika fjársjóðskistu jarðar ætti ég að segja í Madagaskar en þannig alveg hroðalegt ástand og 50% landsmanna eru vannærðir og 80% búendur fátæktamörkum. Og svo þegar ég kem heim og les það að Íslendingar að tala það að við eigum svo erfitt uppdráttar að við getum ekki tekið þátt í hnattrænum aðgerðum gegn loftslagsbreytingu og þá segir bara hættið þessu. Hvílíkt djöfusi stella. Ég skil þig. Já, en nú erum við búin að tala kannski nú vandan. Já. Nú ætlum við að fara í lausnirnar. Við erum búin að tala aðeins lausnirnar á hnattrænum skala Sameinuðu þjóðirnar það gengur ekkert rosalega vel að ná markmiðunum samdrátt í losun og við vitum að hverju það þannig að það Sameinuðu þjóðirnar hafa ekkert raunverulegt vald þannig að það verður hver og einn svolítið ákveða hvað hann vill gera og hvað ekki er það ekki þannig að það er bara spurning hvað við sem þjóð Íslendingar viljum gera eða ekki gera nú var að koma nýlega út ný aðgerðaáætlun eins og þú varst að nefna áðan og sem þú og aðrir hafa rýnt aðeins í þessum samtökum aldinin. Hvað finnst þér þessa aðgerðaáætlun? Já, ég tæfti aðeins á því áðan sko og fyrsta lagi finnst mér fagnaðarefni að skuli vera aðgerðaáætlun og viðurkenndur vandinn, það er bara frábært. Þá vorum við ekkert lengur að deila það. Já, það er afgreitt. Það er afgreitt. Það sem við vitum Ísland, ef við tökum það sérstaklega, er að sko landnotkun, heildarlosun Íslands á gróðurhúsalofttegundum með cirka 12 milljónir gigatonna, þetta er eitthvað sem við skiljum ekki, en ég bara nefni þetta. En frá landi koma 7 milljónir, 7 af 12. Þannig að það er mikils að vinna og þetta er svo, vil ég meina frekar auðvelt fyrir okkur að gera þetta í samhenginu við það að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda. Þetta eru sem sagt ekki verksmiðjur, þetta eru ekki bílarnir okkar, þetta er landnotkun, votlendis, framræðsla á votlendi og ég ætla ekki að fara út í líffræðina bak við það en það veldur því að þegar jarðvegur rofnar þá er það CO2 sem er bundið í jarðvegi, það losnar út og blæs út. Og þetta er að gerast allan heim á norðurhveli jarðar núna að sko skóarnir okkar hafa ekki lengur bindingarmátt, heldur byrjar að losa aftur, sjálfur. Og þetta er hræðilegt. Þetta er að gerast í Finnlandi og víða norðurhvelið. En hjá okkur er þetta eitt af því sem við getum og það bara ef maður nefnir svona praktiska lausn sem að eiginlega allir ætti að geta verið sammála að við ríkisjarðir 300-400 á þeim er framræst votlendi og það er hægt að endurheimta það fyrst og fara svo í og það er alveg tilvinnandi að greiða fyrir slík
verkefni eins og það var greitt fyrir því að grafa skurðina og ræsa fram mýrarnar. Það var niður greitt. Hvað stendur þetta í aðgerðaáætluninni? Sko það nefnt að ég kann ekki orðrétt, en það nefnt að þarna sé þessi möguleiki sér fyrir hendi en aðgerðaáætlun eins og hún birt í samráðsgáttin mjög óljós, hún ekki konkrétt. Þetta ekki vandamálið að þetta ekki alveg aðgerðaáætlun, þetta bara svona samtíningur af hugmyndum? Jú, það rétt hjá þér. Og þetta eins og mér finnst eins og stjórnvöld nálgist þetta eins og þetta sé eitthvað hlaðborð af aðgerðum sem við getum bara valið úr hvað okkur list á og hvað ekki. En það þarf að vera einhver heildarbakki sem virkar saman. Það ekki hægt að velja bara það sem maður vill og sleppa hinu. Algjörlega hárrétt hjá þér, en ég svona vil vera, ég kalla það jákvæður uppbyggilegur og segja, allt í lagi, hér hlaðborðið, búum til heilnæma máltíð sem næringarík og góð og skilar okkur árangri, gerum það og úr því að búið leggja borð þá skulum við bara gera það og höfum þetta þá samráð virkt, ekki bara eitt skipti í samráðsgátt og svo fara menn heim og gleyma þessi 2-3 ári viðbót og tími líður, höfum þetta bara virkt samráð, það búið að skipa verkefnisóp og nú bara förum við í það og allir þeir sem lögðu þeir til málana. Ég myndi segja að það væri bara æskilegt að sú ríkisstjórn sem kemur að borðinu, hún þarf bara að taka þetta plagg og segja, heyrðu, ok, nú höldum við bara þjóðfund 3 manna fresti, sko, samráð og göngum í málið. Við þurfum að fá fyrirtækin á Íslandaborðinu, þau voru mörg sein til en sumir af stóru hafa tekið sér tak og sýnt fram á minnkandi losun. Við getum, rafvæðing í samgöngum á landi augljóslega ábatasöm. Mjög ábatasöm og eigur orku öryggi landsins alveg umtalsvert, við erum ekki háð innflutningi á sama hátt og við erum í dag og svo hef ég nefnt matarsóun sem ekki mikið þarna og ég held að sé ekkert það þar og þar eru mikil tækifæri vegna þess að úrgangur og það inn í aðgerðaráætlun og bent á það að urðun og losun úrgangs og ýmislegt annað, það þurfa að taka fyrir það. Við erum aðeins byrjuð að flokka heima hjá okkur en það bara ekki nærri nóg. Við erum að búa til rusl, alveg ótrúlegt og textílinn sem fluttur inn til landsins alveg yfirgengilegur og allskyns svona drasthlutir sem ég kalla og þá þurfum við bara einfaldlega, þar þurfum við að taka okkur tak og það má alveg í mínum huga segja hækkum skatta á ýmsa neyslumenjur sem eru bæði óhóllar fyrir okkur mannfólkið, dýrin okkar og umhverfið og notum þær tekjur í loftslagsaðgerðir sem kosta alveg augljóslega eitthvað til að byrja með. Og þetta er ekkert óvinnandi verkefni. Við tökum dæmi úr sögu Íslands. Einu sinni var til eitthvað sem hét nýsköpunarstjórnin. Þá sameinuðust Einar Olgeirsson og Ólafur Thors erkifjendurnir í íslenskri pólitík það að byggja upp togaraflota. Og við fengum alveg hellingspenning frá Marshall-aðstoðinni, Bandaríkjamenn dældu peningum í Íslanda þegar við höfum það sem þeir kölluðu base og vildu halda herstöð og þeir þurftu að passa upp á að þetta ríki væri svona stokkalega stabílt en það var farið í stórverkefni með þeim huga og þar tóku saman höndum 2 höfuðandstæðingar íslenska stjórnmála til að fara í stórt og mikið verkefni. Við höfum líka núna, og ég var að horfa á bíómyndum daginn sögu verkfræði á Íslandi, Trúin á tæknina heitir hún og ég hef aldrei verið trúar á tæknina en ég veit hvað hún getur gert og hún getur unnið hvílíkt þrekvirki og þarna sýnt hvernig menn leystu glímuna við það að koma Íslandi úr torfbæjunum inn í nútímalegt samfélag. Þetta gerðu menn á stuttum tíma til þess að gera með takmarkaðar auðlindir, takmarkaðar þekking og svo framvegis. Okkur engin vorkunn í dag að takast á við svona verkefni. Ég held að verði fyrstu verkefnin í sporna við loftslagsbreytingunum sé frekar auðveld og þau geti jafnvel orðið ábatasöm. Ég skal alveg viðurkenna það að þegar kemur að því svona segja við fólk flugferðin þarf að vera dýrari. Eða þú ferð ekki svona marga ferðir. Þá fyrir við að býta sko. En við erum ekki þar. En kannski
einmitt, þú talar skatta og kannski hefur þetta verið mistök að einblína á skattaaðgerðir vegna þess að einhverju leyti geta skattar verið auka á misskiptingu, það að segja ef við hækkum skatta á flugferðir hvað þýðir það að þeir sem eiga meira milli handan geta haldið áfram að fljúga en hinir nei. Þetta alveg hárrétt og þess vegna, sko, ég veit að það alveg óraunhæft en flottasta módeli sem ég hef séð heimskattur, bara eins og virðisaukaskattur á losun og segjum að hann sé 100 eitthvað. Helmingurinn fer til þeirra sem eru með lægst vestkjörin í bara beingreiðslur. Þannig að við fljúum 5 ferðir á ára og borgum X og 100 fyrir það, 50 af því fara til aðgerða til að jafna lífskjör og 25 fara í loftslagsaðgerðir og svo framvegis. Þannig að heldar, það eru jöfnunar áhrif af þessu á endanum. Þetta verður ekki gert, við vitum það, en svona hugsun rétt. Á alþjóðavísu eða kannski flókið en mögulega á þjóðlega sviðinu en önnur leið einfallega að setja bara kvóta á fjölda flugferða til þess. Það sem væri hægt það eru allir jafnir fyrir svona. Og þú mættir ef að sko, við segjum bara, allir Íslendingar fá 100 í kvóta losun í flugferðir. Okay? Það það sem við eigum. Við megum ekki fara fyrir það. Þú átt þinn hluta því og ég á minn hluta því og þú kemur til mín og segir Stefán, ég skal selja minn. Þá getur þú farið 5 sinnum til útlanda næsta ári og ég ætla ekkert að fara. Framseljanlegur kvóti. Nákvæmlega. Sú hugmynd það ekkert galið. Nei, framseljanlegur kvóti. Þannig að, en það jöfnunaraðgerð. Sko, ég veit að það til dæmis verið að klúðra held ég núna kílómetragjaldinu og kolefnisgjaldinu á bíla af því að það einhver svona, ég heyrði lýsing á því að þar væri verið að hugsa þeir sem hafa ekki efna á að kaupa nýja rafbíla, það má ekki refsa þeim fyrir að keyra á gömlum díseldruslum. Af hverju má það ekki? Ef þú bara passar upp á að þeir fá bætt í gegnum annað kerfi sem til dæmis losunarskattar á mjög orkufreka eyðslu eins og engaþotur, flugvélar eða bara einhver svo, nefndu það sko. Þetta hægt en þetta þarf alltaf að vera rosalega gagsætt og það þarf að vera, ég hef alltaf sko, þessi upphafskref þurfa að vera þannig sko að það sé augljóslega ekki vera að refsa þeim sem hafa minnst milli handana. Einmitt, og þetta einmitt gott dæmi það rafbílavæðingin, hvernig hún hefur verið framkvæmd. Að sumir hafa náttúrulega gagnrýnt það að hafa fyrst og fremst ríkt fólk sem gat keypt sér nýjan rafmagnsbíl og það hefði verið hægt að gera þetta þannig að styrkir færu fyrst og fremst til þeirra sem eiga minna og þá var kannski hærri styrkir og á litla bíla sem kostar minna. Nákvæmlega. Fyrir þá sem geta ekki keypt sér. Það voru rosaleg mistök, ég nefni ekki nöfn en ég veit einn mjög vel stæðan kunningja minn sem keypti sér 30 milljón krónar rafbíl með gríðalegum afsláttarkjörum, ríkistyrk, hann hló allan tíman. Þegar hefði þetta að segja, heyrðu, litlu púturnar sem eða rafmagni, þær fá niðurgreiðslur, aðrir ekki. Já, þetta það sem var gert meðalans í Frakklandi eða svona afbrigða því, nema það var gert í gegnum bílaleigu, þú gætt leigt lítinn rafmagnsbíl fyrir mjög lítinn pening, mánaðarleigu og þú þurfti ekki einu sinni að kaupa hann og þetta kostaði eitthvað 100 eurur á mánuði að leiga lítinn bíl nema hvað það var svo vinsælt að kvótinn kláraðist bara strax á nokkrum mánuðum. En sko það vegna, þetta eitt sko, það vantaði meiri pening. Og það hefði bara verið hægt að ná í þann pening með að segja við menn eins og mig sem keyra á díselbíl og vilja eiga veiðijeppa til að fara í veiðivötn. Stefán minn, nú bara borga þú 5.000 krónur meira á mánuði. Já, ég ætla að skrifa reikning hérna. Já, og ég get ekkert sagt við því. Það svona þetta ekki alveg nógu góð blanda hjá okkur, en svo náttúrulega annað sem þarf að fara að koma og við þurfum að ég vil endilega, ég sá það í Róm þegar ég bjóð þar, það komið svona leigubílar, að þú bara bókar því í appi og leigir bíl í klukkutíma og það getur verið rafbíl og þarft ekki að eiga bíl í miðborg Rómar.
og það sama gæti gilt hér fyrir fullt af fólki. Það er aðeins byrjað hérna Hoppin, fyrirtæki sem er með þetta en kannski ekki mjög margir bílar í búði ennþá, en það er ein leið. En hérna mér langar að spyrja þig aðeins samtökin þín og umhverfis samtök almennt. Stundum hafa umhverfis samtök verið gagnrýnd fyrir ákveðnar mótsagnir. Til dæmis stundum sagt að þegar kemur að því að virkja að umhverfis samtök sé á móti virkjunum á sama tíma og við þurfum að framleiða meira af ég kalla hana ekki græna orku að því mér finnst það villust nafn, en ég kalla hana lágkolefnis orku skulum við segja, sem losar lítið eða ekkert af kolefni. Þannig að hvar er millileiðin þannig, hvað eigum við að virkja meira og hversu mikið? Já, við eigum að virkja meira og ég er alveg á því og ég held að séu flestir á því, en sko það er ýmislegt gott gerst núna undanfjörnum finnst mér í þessum umræðum öllum. Ég var alveg upp við það að það væri óþrjótandi orka á Íslandi og það var bara virkja meira og þetta væri algjörlega óþrjótandi. Svo fór aðeins að renna með 2 grímur og býtu við þeirra Kárahnjúkavirkjun, það er síðasti stóri kosturinn. Það voru búin með það og við erum búin að taka alla okkar stóru bestu virkjanakosti í vatnsafli í stóriðju. Það þýr ekki að segja núna, þetta átti ekki að gera það, þetta var gert og þetta er svona staðan. Þannig að við erum það verða færri og færri góði kostir sem þýðir það að við þurfum bara fleiri og fleiri góða kaupendur sem eru þá grænir og vilja borga vel fyrir þessa sjálfbæru orku, lágkolefnisorku, eins og þú kallar hana. En við erum ekki með endalausa virkjanakosti og það er alveg eðlilegt að við spornum við og segjum nýtum orkuna betur. Flutningskerfin okkar eru léleg, það er hægt að nýta orkuna miklu betur, þess sem við eigum. Það er hægt að beina henni í orkuskipti eins og samgöngur á landi. Við þurfum ekki að vera að knýja gagnaver frekar en við viljum, við vitum báðir að þau eru mjög orkurfrek. Við getum beint orkun okkar á nýja slóðir og ef það er svona óbáslega eftirspurn eftir orkun okkar, þá verðum við bara að segja hreint út, landið okkar Ísland, þessi fallega eyja, er ekki að breytast í batteri fyrir rafmyndagröft og artificial gervigreind. Við ætlum ekki að búa til batteri úr Íslandi og það þýðir það að við tökum frá ákveðna hluta af landinu og ákveðna hluta sem ekki verða lagður undir til dæmis vindorkuver og annað slíkt og segja bara nei, hérna er endanleg auðlind, hún er orðin endanleg og við þurfum að fara vel með hana. Og við höfum líka það hefur verið bent á það, Júlíus Sólnes fyrirhundi umhverfis hafa bent á það, besta, auðveldasta leiðin til að ná í meira rafmagn væri bara að loka inn á álveri. Og þá eru við komin á sömu slóðir og Greta Thunberg þegar hún fór og hitti pólsku kólanámuverkamennina og sagði nei því miður, við megum ekki brenna meira á kólum, þið verða að fara að gera eitthvað annað. Svarið sem kemur á móti er alltaf, já en þá bara flyst álverið eitthvað annað og ennþá verða bara í Kínverjar sem moka kólum og niða. Nei, það er ekki þannig. Allstaðar í heiminum er þungmálmaverksmiðja eða málmaverksmiður að vera miklu hreinni og skilvirkari heldur en það sem til dæmis við höfum á Íslandi og ef við setjum okkar verksmiðum ekki ákveðin umhverfisskilyrði þá er bara svarið ok, þá færist framleiðsla þangað sem hún er umhverfisvænni. Takk fyrir. Ég menn það eru mörglun sem eru framleiða áleiða aðrar málma með sjálfbærri orku. Það er í Kanada til dæmis eru þeir með mikið af vatnsafli og í Frakklandi er raforka mjög lágkolefnis orka. Þeir nota kjarnorkuna sko. Já, kjarnorka, en hún losar ekkit. Nei, kostur kjarnorkuna er ansi mikill og ég held að geti vel verið að við þurfum að brúa eitthvað ákveðið bil með meiri kjarnorku. Hvernig sem leysa svo úrganginn, ég veit það ekki, en það er líka gríðarlegir vatnsaflsmöguleikar í Suðaustur-Asíu og það sem er merkilegt er að koma upp núna þegar menn átta sig á því hvað það búið að fjárfesta svo mikið í tækninýjungum í sólarorku. Afríka er allt í einu að verða rosalega góðu virkjanakostur. Þannig að menn geta gagnaverin stóru með gervigreindina, þau eru fann að horfa, hér er stöðug sól.
Við getum keyrt okkar gagnaver í Sahara eða við miðbaug í Afríku alveg á gulltryggðri orku og nú eru panelarnir og all sú tækni er orðin ódýrari en vatnsafls og kjarnorka. Vindorkan er vandamáli, við sjáum það bara þegar við förum að skoða hana nánara því að hún er svo plássfrek og það er ekki búið að taka förgunarkostnaðin inn. Já. Svo kemur hún bara þegar vindurinn blæs sem er líka... Já, það var afl. Býtum við hvað eru að fara að virkja Gullfoss og Dettifoss til að búti varafl fyrir vindorku? Nei, við erum ekki að vera. Bestu dæmin þetta, það virkjanakosti sem hefur verið Hafnar og Sigríður í Brattholti útilokað það að Gullfoss verði virkjaður og mörg okkar höfum saminast það að koma í veg fyrir að Dettifoss verði virkjaður. Landsvirkjun langar alveg rosalega að gera það. Ég veit það. En þau bara vita að þau fá það ekki og það eru ýmsir svona virkjanakosti sem við erum búin að taka út og segja nei, þetta verður aldrei snert og þeir munu verða fleiri og kannski verður það einhver tíman í framtíðin að við getum sett vindorkuna út á sjó eins og hollendingar og danir. Akkur ekki? Þannig að við þurfum að virkja eitthvað meira en við þurfum á sama tíma náttúrulega að setja einhver stöðar. Orkan er ekki endalaus. Það er það sem er að renna fyrir fólki núna. Já. Og svo má alveg ræða þó að ég sé ekki með svarið hvort það megi loka einhverjum álverum vegna þess að við vitum líka að mikið af þessu áli sem er framleitt það fer í að framleiða bíla, flugvélar og annað og vopn 30% áli heiminum fyrir vopn sem við munum þurfa að draga úr þessu hvort sem er nákvæmlega og þannig að álframleiðsla mun þurfa að draga saman hvort það er mun þurfa að draga saman hvort það er og þetta er sem sagt í heildina litið skynsamlegt að gömul álver, ég skulum bara segja hreint út eins og Straumsvík verður annarkvort að geta sýnt miklu betri skilvirkni til að hafa þetta svona miklu betri ásýnd vera loftslagsvænni eða að sú framleiðsla færist annað og þá ef ég á trúa því sem að Landsvirkjun segir og Orkustofnun og allir hinir að það sé bara löng röð á kaupendum eftir íslensku orku þá segja fínt þá veljum við bara þá bestu úr þeir sem vilja borga best og menga minnst. Já, við þurfum þá bara að huga að sem vinna þessi störf í dag sem myndu tapast og það voru kannski mistök sem eru gerð stundum þegar farið einhverjar breytingar eins og þegar kólanámunnar voru lokaðar í Bretlandi og það var ekkert hugsað allt fólki sem vann þar. Það er hlut af þessu jöfnunar aðgerðum að því að þessi yfirgangstími verður, ég bara árétta ég er ekkert að segja það hér og nú að það eigi að loka Straumsvík. Nei, en það má alveg ræða. Það má ræða það og þá þarf að grípa það fólk og það samfélag sem þar hefur myndast og þjónust og annað slíkt og segja þetta gerist í áföngum og þetta gerist með því að það er búin til aðra leiðir. Þess vegna nefndi ég Greti Thunberg í Póllandi þegar hún var að tala við kólanámuverkamennina þar. Hún var óttalaus, hún bara fór og sagði því miður, það sem þið að grafa upp á jörðinni það er ekki sjálfbært. Við getum ekki breytt öllu á þess að breyta neinu. Nei. Það er ekki svolítið málið. Og þess vegna, ég segi þetta séu heillandi tímar, heildina séð. Mannkyn hefur aldrei verið öflugt. Við höfum búin að byggja upp alveg gríðarlega afkastagetu í upplýsingamiðlun, upplýsingaöflun, rannsóknum, vísindum og svo framvegis. Við höfum aldrei engin tegund, dýrategund á jörðin hefur verið jafn öflug og þess vegna sjáum það í skilvirkni eyðileggingarinnar. Við getum gert það í skilvirka uppbyggingu á betri heimi. Já, er það ekki svolítið málið niðurstaðan kannski úr þessu viðtali að við erum búin að vaksa rosalega mikið, þetta er búið að vera rosalega gaman en alveg eins og sem manneskja getur maður ekki vaksið endalust maður vext þá til maður er kannski 20 ára og svo hættir það og svo deyr maður það er sama með mannkynið við getum ekki bara vaksið endalust Þetta módel sem við erum með í dag getur ekki gengið og þá er að breyta því í mjög hressilega það er bara staðreynd sem við horfumst í augu við og ef ég segi bara sleppum þessu loftslagi ef við trúum ekki því segi mig hvers vegna við drápum 70% af dýrum og plöntum á jörðinni á aðeins 50 árum það þýðir að 30% eftir og ef við ætlum að halda áfram á sömu leið þá verður ekkert eftir og við getum ekki lifað án vistkerfana
Já, við erum bara að saga greinina sem við sitjum á. Þannig er það. Stefán Jón Hafstein, þetta var mjög skemmtilegar umræður hjá okkur. Takk fyrir komuna og við sjáumst seinna. Takk fyrir mig.